En ástæðan fyrir því að við ætluðum að vera hér í dag sú að ég ætlaði að fara með ykkur niður í austurendan hérna í Smáralindinu á eftir. Við erum að opna þar hagkaup og útilíf eftir rúma viku á laugardeginum 5. Við erum þar búin að setja upp verksmiðju fyrir Krispí Krím sem við vorum búin að kynna. Og þar hérna er verið að baka á eftir, þannig að við getum fengið ennþá nýrri hringi heldur en voru hérna í boði áðan. Og hérna það svona aðeins. Ég held að þetta svona stærsta verkefni sem við erum í. Og hérna veruleg breytingu auðvitað hérna á Smáralind í heild. Og þið eftir að sjá það á eftir að þrátt fyrir það að við séum búin að minnka þessa búðum tæpa 5.000 fermetra þá eru nokkri fermetrar eftir sem við erum að hérna vinna í. En uppgjörið við vorum að birta í gær, vorum við hérna með stjórnarfundi í seinnipartinn í gær sem að var farið yfir uppgjör fyrstu 6 mánaðana. Og niðurstöður þess uppgjörs eru að hagnaðurinn hann var 2.161.000.000 króna eða 5,3% af veltu. Við vorum með vörusölu upp á 40.712.000.000. Framleiðin hún var 24,6%. Hagnaði fyrir afskriftir fjármagnsliða og skatta eða EBITDA hjá okkur hún var 3.180.000.000. Heildar eignir í lok tímabilsins 30,2 milljarðar. Og við vorum með handbært fé í lok tímabilsins upp á 3.316.000.000. Eigið fé 16,5 milljarðar og eigið fjár hlutfalli 54,7%. Nú, eins og ég sagði áðan, 40.712.000.000 í veltu. Þetta er 6% aukning frá síðasta ári. Heildarframleiðin 10.035.000.000. Það er 0,3% hækkun á framleiða hlutfalli, förum úr 24,3 í 24,6%. Við erum með aðrar tekjur hérna upp á 109 milljónir, laun og tengd-gjöld 3.754.000.000, annar rekstrakostnaður 3.210.000.000. Launarhlutfallið er að hækka hjá okkur á milli ára. Það er að fara í 9,2%, það var 8,8% á árinu á undan. Á móti kemur að annar rekstrakostnaður hann er að fara niður. Við erum með 7,9% af rekstratekjum en var 8,3% í fyrra. Þetta þýðir en að EBITDA hjá okkur er þarna 3.180.000.000. Hlutfallið þar fer upp 0,3% á milli ára. Afskriftirnar 462 milljónir og við erum með hrein fjármagnsgjöld upp á 17 milljónir. Þannig að hagnaði fyrir skatta 2.701.000.000, tekjurskatturinn 540 og hagnaðurinn 2.161.000.000 eða eins og áður sagði 5,3% af tekjum. Nú undanfarna mánuði og jafnvel misseri að þá höfum við verið í stöðu sem að hefur ekki verið áður. Við erum með stöðuleika, litla verðbólgu, styrking á krónu, mjög mikla. Þannig að þetta er að hafa áhrif á ýmsa þætti hjá okkur. Við erum með þarna ágæta veltuaukningu upp á 6%. Vísitala neysluverðs á þessu tímabili meðaltalshækkunin hún er 1,46% og í henni er eins og þið þekkið húsnæðisliðurinn vegur þungt, þannig að ef við tökum húsnæði út að þá er í rauninni verðhjöðnun upp á 0,15% og vegin innkaup okkar í þeim gjaldmiðlum sem við erum að kaupa inn í, þar er krónan að styrkjast 9% og við höfum verið eins og áður markvisst lækkað okkar eigin innflutning og teljum að til lengri tíma þá skipti okkur verulegu máli í samkeppnishæfni að vera með beinan innflutning og að gera það á sem hagkvæmastan hátt. En þetta eru aðstæður sem eru sérstakar og eins og þið þekkið hafa ekki komið oft upp áður. Nú efnahagsreikningurinn, við erum með fasta fjármuni upp á 16,7 milljarða, veltu fjármuni upp á 13,4, þannig að eignirnar eru 30,2 milljarðar króna. Eigið fé upp á 16,5, langtímaskuldir 3,8. Við erum með vaxtaberandi skammtímaskuldir eða næsta árs afborganir þarna upp á tæpalega 800 milljónir.
aðra skammtímaskuldir 9 milljarða, þannig að skuldirnar eru samtals 13,6 milljarðar, eigið fé og skuldir þarna 30,2. Nú, handbært fé frá rekstri á tímabilinu er 2.398 milljónir. Við erum með fjárfestingarhreyfingar upp á 521 milljón og fjármögnunarhreyfingar upp á 2.371 milljón króna. Þar af er arður 1992 milljónir. Við erum með lækkun á handbæru fé á tímabilinu 494 milljónir. Í upphafi árs vorum við með 3,8 milljarða og 10 milljónum betur í handbæru fé. Í lok tímabilsins 3.316 milljónir. Nú, eigið fé hjá okkur upphafi tímabils erum við með 16.368 milljónir, greiðum arðinn upp á 1992 milljónir, hagnaður þessa tímabils 2.161 milljón, þannig að við erum að enda í 16.537 milljónum. Sjóðstreymið yfirlitið sem ég fór yfir áðan í upphafi árs 3,8 milljarðar, 2,4 milljarðar handbært fé frá rekstri, fjárfestingarna 521 og það er að stærstum hluta hérna í Smáralind, það sem við erum með fram að þessu. Fjármögnunarhreyfingarnar, eins og áður sagði, 2.371, þar af arður 1992, þannig í lokin 3.316 milljónir. Nú, eiginfjárstaðan, hún er sterk. Við erum með 54,7% hlutfall og 16,5 milljarð sem er svona svipað og var í upphafi árs. Arðsemi eiginfjár sem við horfum á sem mælikvarða, einn af okkar mælikvörðum, erum með 22,9% arðsemi á þessum tímabili miðað við rúllandi 12 mánuði. Við vorum með 23,1% á síðasta rekstrarári. Nú, EBITDAn fer upp í 7,8%. Við vorum með 7,5% EBITDu á síðasta ári. 6 mánuði eða fyrri helming árana þar á undan, 7,9%. Þannig að við erum með þarna af þessum 40,7 milljörðum erum við með 3.180 milljónir í EBITDu og sem að ég held að sé svona í sögulegu samhengi bara mjög góð niðurstaða hjá okkur. Nú, við erum að borga samkvæmt lánasamningum eins og staðan er núna af langtímalánum. Erum með núna netto vaxtaberandi skuldir upp á 821 milljón eða 0,14 sinnum EBITDAn eða 0,14 sinnum EBITDAn hérna á tímabilinu. Nú, framleiðin, hún hefur verið stöðug og í þessi 7 ár sem við erum að sýna hérna þá hefur hún verið á þessu sama prósenti. Og við svolítið leggjum áherslu á það að í allri umræðu gagnvart okkar viðskiptavinum að þar styrking krónu, hvort við séum að taka of mikið af því til okkar eða ekki. Og við teljum okkur til lengri tíma vera að gæta þess trausts sem við erum með hjá viðskiptavinum. Bónus er vinsælasta fyrirtæki landsins, Hagkaup er með mjög sterka stöðu og við teljum að það sé algjört lykilatriði að hvort sem að talað skattbreytingar eða annað, að þetta fari til okkar viðskiptavina. Og ég bendi yfirleitt á þessa mynd og segi að hvort sem það er sykurskattur eða vörugjöld eða styrking á krónu, að þá er þetta að fara í gegnum okkar rekstur með þeim hætti að þetta er að fara til okkar viðskiptavina og þeir njóta þess í lægra verði hjá okkur, í okkar verslunum. Og það er líka að skila sér í þeirri tryggð sem að við erum með hjá okkar viðskiptavinum. Nú, kostnaðarhlutföllin þau eru að breytast. Það má segja eftir þá kjarasamninga sem hafa verið gerðir undanfarið að þá hefur launahlutfallið farið upp hjá okkur og er komið í 9,2% á þessum fyrstu 6 mánuðum. Á sama skapi að þá er annar rekstrarkostnaður að fara niður. Við erum þarna með 17,1% kostnaðarhlutfall sem er sama kostnaðarhlutfallið og við vorum með árið á undan en í annarri samsetningu. Og á þessum 7 árum sem við erum með þarna þá er í rauninni 4 ár sem eru með nákvæmlega þetta sama kostnaðarhlutfall, 7,1%.
Við erum með held ég besta árið 2013 þar sem við erum í 16,3. Nú, svona þessi helstu verkefni eins og ég sagði áðan að þá er búið að vera í undirbúningi og núna framkvæmd komin, breytingin hérna í Smáralind. Við höfum verið markvisst að fara yfir og reyna að fækka fermetrum og hagræða þar. Húsnæðiskostnaður hefur farið hækkandi og við höfum talið tækifæri til þess að fækka fermetrum og gera í rauninni betur á færri fermetrum. Við ætlum að opna þar á laugardaginn eftir viku og erum þar að opna bæði útilíf og hagkaup. Við erum með Krispí Krím kaffihús sem opnar það líka. Gerðum þar samning við Krispí Krím núna í sumar, var undirritað í september og við bindum vonir við það vörumerki og það samstarf. Mjög öflugir aðilar sem er að vinna með okkur þar með risastórt vörumerki og er að færa okkur þekkingu á ýmsum sviðum. Nú, við erum búin að loka matvöruhluta hagkaups hjá Holtakörum og það má segja að fjárfestingin sem var í þeirri verslun að hún að hluta til skila sér hérna yfir í Smáralind. Þannig að við nýtum það sem við getum nýtt úr þeirri verslun hér yfir. Erum þar að reka outletmarkað en við höfum sagt það áður að við viljum gjarnan minnka þá verslun og erum tilbúin að minnka hana niður í ekki neitt. Og vinnum að því með reytum bara í rólegheitum. Þannig að það er ákveðið samstarf þar á milli. Nú, við ætlum líka að sækja fram, við erum búin að ganga frá því að verslun Bónus í Kauptúni, hún kemur til með að stækka rétt rúmlega 700 fermetra. Þar er rými fyrir framaverslunina sem við höfum tekið á leigu og við munum endurbyggja hana núna á næstu mánuðum. Þannig að hún verður ekki seinna heldur en ég myndi segja febrúar, komin í nýtt form. Og við höfum fulla trú á því að sú verslun sé mjög góð til framtíðar. Nú, endurkaupaáætlunin, hún var sett á stað í september og þetta virðist vera að ganga bara tiltölulega hratt hjá okkur. Í lok síðustu viku þá var búið að kaupa bréf fyrir 634 milljónir, ef maður rétt, 633 og við erum með áætlun í gangi sem miðar við 1 milljarð króna, þannig að ég reikna með að á svona næstu fáu vikum að þá klárist þetta. Það er frekari heimild en það á þessu stigi hefur engin ákvörðun verið tekin framhald af því og það þá stjórnar bara að meta það þegar þessu er lokið. En ég tók saman bara til að hafa á einu blaði af því ég hef verið að fá aðeins spurningar hvað er að gerast í þessum fermetrum hjá okkur. Og þetta er svona helsta yfirlitið yfir það sem við höfum verið að gera núna undanfarna mánuði og það sem er fyrir séð núna fram á byrjun næsta árs. En við erum að minnka hagkaup í Smáralind 4.900 fermetra. Debenhams komum við til með að loka í lok janúar og það eru 4.500 fermetrar sem eru báðar hæðirnar hérna í vesturendanum. Nú, við höfum sagt það að við ætlum að loka útilíf í Glæsibæ. Þar erum við með 1600 fermetra undir. Ætlum að sameina þá búð útilíf hér í Smáralind og þið komið til með að sjá það rými á eftir. Korputorg, outletmarkaður sem var þar, við lokuðum honum í sumar og skuldbindingin að hún rann út í lok júlí. Þannig að frá og með 1. ágúst vorum við ekki að greiða því. Við vorum með rými á Austurströnd sem var upphaflega 10-11 verslun, 700 fermetra sem runnu út síðustu áramót sem við höfum notað fyrir geymslu, má segja, fram að því. Nú, við erum búin að loka Karin Millen hér í Smáralind, Evans hér í Smáralind og erum að loka Warehouse verslun í Kringlunni sem eru tískuverslanir.
Á móti kemur að við opnuðum nýtt vöruhús Banana í upphafi árs og þar eru að bæta við okkur 1300 fermetrum. Bónusverslun í Vestmannaeyjum 1200, bónusverslun í Skipholti 900, bónus í Keflavík 650 og síðan þessi 700 fermetrar í bónus í Kauptúni. Þannig að þarna eru rúmlega 10.000 fermetrar sem að fara út hjá okkur á þessum tíma og við viljum horfa sko, í frekar í þessa átt til framtíðar. Nú, ég sagði ykkur áðan, við gengum þá samningi við Krispí Kreme. Þar verið að vinna í að setja upp kaffihús og við komum til og með að sjá eftir, en þetta í rauninni, ef við horfum hér í gegn, þá rúllustígin upp hérna í Smáralindinni, þannig að þar fer beint fram í ganginn, þannig að gangurinn kemur og fer beint fram hjá þessu. Hér til hliðar síðan það sem við köllum svona grab and go á góðri íslensku, eitthvað sem þú getur gripið með þér, drykkur, samloka, sushi og fleira. Fyrir þá sem á hlaupum. Við erum að fá núna á næstu mánuðum, þá verða 900 manns komnir hérna í þennan turn. Íslandsbanki byrjar að flytja held í nóvember, en það eru komnar einhverja 4-5 hæðir í Annata og LS Retail. Þannig að þetta kemur til með að breyta miklu. Hvað varðar mollið í heild, þá eru við að flytja okkur útilíf búið að loka hérna niðri. Við lokuðum Hagkaup í lok ágúst, þannig að við höfum ekki verið með þá búið að opna síðan í lok ágúst. Komum til með að opna 5. nóvember á því svæði. Síminn flytur sig. Hringkurðin sem einn af inngöngunum hinum megin, honum verður lokað og þar verða verslanir, því það verður bara einn inngangur sem verður sá sem Hagkaupsmegin. Þannig að það verður fækkað einn inngang í mollið. Mollið verður áfram í umbreytingaferli, myndi ég segja, þangað til í september þegar síðan þessi endi opnar aftur. Því við verðum með Debenhams út í janúar. Sú verslun náttúrulega bara í lokunarferli. Við erum að selja þær birgðir sem við eigum. Við erum að fá eitthvað nýtt inn núna fram í nóvember, en síðan erum við sjálfur sér bara að vinna í því að hreinsa út og loka eftir áramótin. Frá þeim tíma og þangað til eitthvað annað opnar í þessum enda, þá verður þetta breytingaferli. Það munar líka, við erum komin hérna með World Class í turninn. Þar opnaði bara í síðustu viku eða þessari viku. Já. Þannig að það eykur traffíkina. Svoleiðis að ég held almennt á þessu svæði að þá þetta svæði að styrkjast. Og við höfum mikla trú á því að þessi verslun sem við erum að opna, hún verði mjög góð. Nú, ég ætla að labba með ykkur inn í rýmið það sem útilíf og eins inn í Hagkaup og sýna ykkur bara hvert við erum komin. Við horfum þarna á ákveðnum punkti til allra átta og veltum fyrir okkur hvort að búðin hafi minnkað, sko, því að hún ennþá rúm og góð, en enga síður þá held ég að þetta verði, þegar hún opnar, þá verði þetta glæsilegasta matvöruverslun landsins og við erum mjög spenntir að opna. Nú, útilíf, þar erum við líka, eins og ég segja, að sameina þessar tvær verslanir, verslunina sem var hér. Við erum að minnka hana tæplega 200 fermetra, þannig að við erum að fara í tæplega 1200 fermetra verslun. Ég held hins vegar að staðsetningin sé mun betri heldur en sú sem var hér. Það meiri traffík hérna og hún verður þéttari og búið að endurskipuleggja. Við erum að flytja til dæmis skíðadeildina úr Glæsibænum hingað yfir og erum síðan með mikla áherslu á sport og útivist. Nú að síðustu þá bónusverslunin. Þetta verður verkefni næstu mánaða og við erum svo sem búin að vera að vinna í þessum undirbúningi að endurskipuleggja þessa verslun.
og hún verður þarna við hliðina á ICA-lagernum og síðan hérna er hjólbaraverkstæði við hliðina á okkur líka þarna. Þannig að þetta er það sem ég vildi sagt hafa. Ef það er einhverjar spurningar, annars er ég líka bara spenntur að gefa ykkur heitan kleinurhring niðri og leyfa ykkur að sjá, en ég held svona almennt þið, svo sem þekkið á hvaða vegferð við höfum verið, við viljum svolítið hagræða í því sem við erum að gera betur á því svæði sem við erum að vinna og betri nýting. Og ég held að það sýnir sig í þessum tölum þegar við tökum þetta saman að við erum með þarna 10.000 fermetra og það eru verulegar upphæðir sem sparast í því. Og hérna ég held að öll tækifæri eru ekki framkomin þar. Svoleiðis að hérna það er okkar verkefni. Samkeppnishæfnin líka, eins og ég segi, með styrkingun á króninu og nýta okkar sambönd og innkaupastyrk. Ég held að það er það verkefni sem við höfum verið að vinna í og sýnir í sjálfu sér miðað við alla breytingar á verðlagi og gengi hvaða stefnu við erum að taka þar. Og hérna það er eins og ég segi aukin samkeppnishæfni og að sama skapi að standa undir því trausti sem við erum með. Ef við að fara í göngutúr með Sigurði sterka? Heyrðu, þá þakka ég fyrir.